Heilbrigðisráðherra, góðu gestir. Verið hjartanlega velkomin hingað í hátíðasal Háskóla Íslands á þetta málþing sem ber yfirskriftina út úr kófinu, heilsa, efnahagur og stjórnmál. Ég vil byrja á að færa skipuleggjendum málþingsins, þeim Magnúsi Gottfriðssyni og Engilbert Sigurðssyni, prófessorum við læknadeild, innilega þakkir fyrir að skipuleggja þetta málþing. Dagskráin sem þeir hafa sett saman í dag einstaklega metnaðarfull og mun án efa margt fróðlegt vera hér á góma. Viðfangsefnið enda mikilvægt. Hvað má ætla að gerist ef við komum út úr veirufaraldrinum á sviði heilsu, efnahagsmála og stjórnmála? Íslenskt samfélag hefur að mörgu leyti staðist prófið vel undanfarna mánuði. Brugðist var hratt við, farið var snemma að skima, prófa og einangra. Farið var að ráðum okkar færustu sérfræðinga, hlustað á vísindin og gögn rýnd. Við stóðum saman sem samfélag og af því megum við vera stolt. Það hins vegar ljóst að næstu skref sem við tökum sem samfélag munu hafa mikið það að segja hvernig við komum undan þessum heimsfaraldri. Því hlakka ég mikið til að hlýða á erindin sem flutt verða hér á eftir og fylgjast með umræðum. Mikilvægi vísindana alveg ljóst í þessu sameiginlega verkefni heimsbyggðarinnar. Háskóli Íslands hefur komið að COVID-tengdum aðgerðum með ýmsum hætti, meðal annars í samstarfi við landlækni, sóttvarnalækni, Landspítalann og Íslenska erfðagreiningu og vil ég nota tækifæri að þakka öllum þessum aðilum fyrir einstakt og frábært samstarf. Þá vil ég einnig þakka öllu starfsfólki og nemendum Háskóla Íslands sem staðið hafa í ströngu undanfarnar vikur. Sérstaklega vil ég nefna vísindamenn okkar undir forystu Thors Aspelund, prófessors, sem komu að þróun spálíkans þróun COVID-19 hérlendis og vil ég þar nefna Unni Önnu Valdimarsdóttur, prófessor, Jóhönnu Jakobsdóttur, líftölfræðing og Brynjólf Gauta Jónsson, líftölfræðing, ásamt fleirum sem þróuðu þetta líkan. Spálíkanið var ekki bara mikilvægt í skipulagi og áætlunargerð viðbragðsaðila, meðal annars á Landspítalanum. Það gegndi líka öðru en ekki síður mikilvægu hlutverki sem var að koma samfélaginu öllu á sömu blaðsíðu hvað varðar væntingar umfang faraldursins. Þetta skipti miklu máli til að viðhalda samstöðunni sem við sáum hér viku eftir viku. Við sáum hvernig fjölmiðlar treystu spálíkaninu og vísuðu ítrekað í það í opinberri umræðu í stað þess að freistast til þess að eltast við órökstudda spádóma. Hafið öll og þið öll sem komið að þessum verkefnum, þessum COVID-19 verkefnum, miklar þakkir fyrir ykkar frábæra framlag til samfélagsins. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en nú mun Magnús Gottfriðsson, prófessor, taka við fundarstjórn. Kærar þakkir.